Góðan daginn. Ég ætla að útskýra í þessu myndbandi fyrir ykkur hvernig er hægt að nota smáforritið Explain Everything. Það er hægt að nota það til þess að taka stutt myndskeið, búa til sýningar og taka myndir af skjánum hjá sér á iPad. Ég ætla að fara í gegnum þessar valmyndir hvað þær gera og byrja efst. Þessi hnappur hér bætir við síðum. Í þessu verkefni sem við erum að vinna með hér hafa verið 3 síður. Með slide sorterinum sem er valinn efst er svo hægt að endurráða glærunum sem er búið að búa til. Þegar svo valinn er blýanturinn efst, þá er hægt að teikna og útskýra og bæta við skýringamyndum. Hvað sem maður er að útskýra þá það stigiftið. Til að aðstoða mann við útskýringarnar getur maður valið mismunandi bendla eða depla. Þá velur maður skjáinn og getur svo valið mismunandi stórar depla eða myndir sem elta svo fingurinn og maður getur bent á það sem maður vil vekja athygli á. Þegar valið er Shapes og Lines er hægt að velja að setja inn ýmis form. Það er hægt að velja litin á ramman. Það er hægt að velja litin á fyllingunni. Þannig ef ég til dæmis vel hvað ætlaði ég að velja? Ef ég vel ring og ég var appelsínugulan með fjólublári fyllingu, þá teiknar maður þá bara svona í stórum stíl. Get gert það sama aftur, þá koma bara fleiri ringir. Þetta er sem sagt valið hér. En er hægt að setja inn textabox. Þau eru valin með þessu A-i Maður velur A-ið, setur inn textabox, skrifar eitthvað og getur svo látið það hverfa og þannig að bara letrið standi eftir. Og svo er hægt að færa það til eftir þörfum. Einnig er hægt að setja inn skrá. Það er kosturinn sem ég hafði nýtt mér hér. Ég hafði tekið skjámyndir af þessum valmyndum svo að þið myndu sjá það og þá valdi ég þær fótoról. Ég hafði alveg getað tekið mynd jafn óðum ef ég var að útskýra eitthvað sem var í raunheimum en ekki á skjánum eða flutt inn myndir úr Evernote eða boxi. Einnig er hægt að flytja inn skjöl úr Dropboxinu hjá sér eða Evernote ef maður er með svoleiðis uppsett. Svo gjarnan þegar maður gerir eitthvað svona hluti þá setur maður inn tákn sem maður er líka svo ekkert lengur. Þá er hægt að eyða þeim með því að smella á þetta X. Svo velur maður það sem maður ætlar að eyða, það fyrir að titra og maður velur X og þar með það horfið. Og þá er ég að tala maður velur þetta X og þegar maður smellir á einhvern hlutin þá birtist þetta X og maður smellir það til að láta hlutin hverfa. En maður er að teikna marga hluti og ætla að láta þá skarast hvorn við annan. Ég ætla að láta þessa 2 hringi sem ég teikna skarast á einhvern hátt. Þá getur maður valið þessar örvar, fram og tilbaka örvar og þá kemur þessi valmynd og þá get ég látið þær færast aftur fyrir. Nú fórum meira að segja aftur fyrir myndina sem ég er að nota til að sýna ykkur. Síðan er þarna undir eitthvað staðar. En þannig er hægt að nota þessar örvar til að senda hlutina fram og tilbaka. Svo er hægt að hætta bara við síðustu aðgerð með því að smella á þennan hnapp og það eru nokkrar aðgerðir sem maður getur hætt við tilbaka. Þessi síðasti hnappur, þegar hann er valinn, þá staðinn fyrir eins og hér er ég að hreyfa bara þessa þegar ekkert er valið, en ef ég vel þennan hnapp þá hreyfist allt sem er á þessari mynd með.
örin og allt saman. Ef ég tek það af, þá hreyfist kannski bara þessi ör eða bara þetta hérna textabox sem ég er með hér til að skoða og hreyfa. Þannig að ef þetta er orðið stór mynd hjá manni þá getur maður valið hana, þetta hérna, og þá get ég hreyft allt saman. Þá koma möguleikar til þess að flytja út afurðirnar. Annars er hægt að flytja hérna bara út mynd af skjánum eða sömu mynd yfir á PDF formi og það er hægt að flytja það í póstinn sinn og Dropboxið og Evernoteið og hvað það sem er með uppsett á sinni spjaldtölvu. En ef maður fara lengra og ekki bara taka skjámynd, heldur líka vera með myndbandsbrot eins og hér, þá velur maður þessa hérna valmynd. Nú held ég þið sjá þetta ekki, hér kemur það, þessa hérna valmynd niðri og getur flytt þetta út sem bíómynd. Í lokin ætla ég að sýna ykkur hvað gerist þegar maður er með tóman skjá. Þið sjáðu tóman skjá en ég ætla að velja hér forminn. Nú sé ég valmyndin á forminum en þið líklega ekki, þannig ég ætla að velja hérna fjólublátt og stjörnu og setja hérna inn fjólublá stjörnu sem þið að sjá birtast á skjánum. Eins með textaboxið. Ef ég vel hérna textaboxin þá sjáu þið ekki valmyndina. Ég vel hérna eitthvað fallegt letur. Setja inn textabox. Kveð ykkur í bili og vona að þetta myndband kom ykkur að einhverju gagni. Þessi bili.